það er þessi fyrrverandi eða þessi fyrrverandi. Við konur erum yfirleitt upptunir af þessari fyrrverandi heldur en þeir að pæla. Já. En þegar alveg líka, en ekki í sama magni. Nei. Og ég segi nú oft ef ég gæti nú kennt bara eitthvað eitt fólki þegar það er svona aðskilja eða orðið einhleypi foreldrar að gera ráð fyrir því að þegar það kemur á því að þú fer í samband, það er ekkert ef, það er bara þegar yfirleitt, þessi fer í samband, gerðu það ráð fyrir því að þessi fyrrverandi makiðinn þurfa að samráða einhvern annan hlutina. Það er ekki nóg að þið tvö haldið alltaf áfram að ákveða fyrir þriðja aðila. Já. Ef við höldum alltaf áfram að ákveða alls saman, þá erum við að bæði kannski að ráðstafa tíma, peningum, rými, athygli fyrir einhvern annan. Já. Og það er þess vegna að segja, gerðu ráð fyrir því að þegar kemur að því að hann, Bjössi, þarf að ræða við hana Siggu eða Bjössa eða Sigga eða eitthvað hlutina hvort það gangi upp. Af hverju gerir ég þetta? Það er ekki eins og nýju makinn eða stýra til að stjórna, við erum foreldrar þessar barns, en af hverju gerum við þetta? Við gerum þetta af því að við viljum hafa barni í góðu andrúmslofti. Já. Við viljum að barni koma inn í góðar aðstæður. Ef að ég er alltaf að taka ákvörðun fyrir þriðja aðila, án samráðs, sem þegir í byrjun, en verður svo ógeðslega fúll yfir því að þér dettur ég að fara í helgarferð til London og ég segi já og við erum með barnið, eða eitthvað annað, alls kannski eitthvað, að þá fæ ég þessi þriðja aðili tilfinningu að þú stýrir öll að stjórna. Já. En ef að þú biður að eitthvað, vera með barnið lengur af því þú ert að fara til London og ég segi við maka mér, heyrðu, hún er að fara til London, hvernig hendar það okkur? Já. Þá kemur henni ekkert við að setja að fara til London, það bara getur verið með barnið eða ekki. Og þá segir mann, jú, það er kannski bara ekkert mál, jú, bara góða lagi. Eða heyrðu, það við ætlaðum að fara föstudagskvöldi, við vorum búin að ákveða eitthvað annað. Já, heyrðu, ég læt hann vita, það er allt í lagi á sundinu með eitthvað. Með því að taka þennan aðila inn, að þá erum við að skapa góða tilfinningu að þegar barnið kemur, að það er bara samstæða og góð líðan. Já. Af því þegar við verðum að gera alls kyns breytingar og það er ekki haft samráð við stjúpforeldri hlutina, sem ræður ekki öll. Stundu segir foreldri, mér langar bara virkilega að hafa barnið mín, getur sýnt í virta við mig núna, en það er bara þannig að það sem gerist þegar þetta verður svona toxíst, það er að segja stjúpan bara fyrir í herbergi og er þar kvöldið, hann er einhvern veginn vandræðalegur svona, þú veist, finnst óþælt, hann hlakkar til að fá börnin sín en konan er í fílu þarna inn í herbergi eða einhvers þar úti, börnin finnst pabbi breyttur, allt í pabbi alltaf fyrir að skamma börnin mikið meira en venjulega, af því það er, það er svona spenna í gangi. Það er svona, eða þá að hún er ofsalega, ég tala hana núna, hún er ofsalega smámenn að segja hvað það glasa að gera hér og hann er alltaf að reyna að létta einhverja reglur og þá segir konan, já, börnin stýra öll og stjórna. Þetta hefur ekkert með þessu börn að gera. Þetta er bara, þessi aðili, hann er að reyna einhvern veginn að finna eitthvað jafnvægi sem gengur ótrúlega illa. Já. En þetta er þetta að læra. Já. Og þetta er nefnilega, þetta er bara, þú veist, þú ert með óra og tógar í hann. Og ég meina, þú veist ekki hvað þetta skapa alltaf. Nei. Og í talningu sem er 2 óra og það er að koma jafnvægi á þá. Já. Og þess vegna að vita hvernig það virkar. Já. Og það er oft það er oft verið að tala börn til svona frekjur eða svona og hinsegin. Og ég tek alltaf rosalega nærri mér þegar við notum hugtök stjúpunin okkar sem við aldrei notum okkar eigin börn. Já. Og við dæmum þau harðar og þau dæmum okkur harðar líka. Skiljiði. Og við þurfum einhvern veginn svona átt okkur á að börn, það er allir upplega að missi þessara fjölskyldi. Það ætlaði sér enginn að vera stjúpforeldri. Nei. Það ætlaði sér enginn að vera einhleypt foreldri, já, nema þú fari glasa dæmi og allir veit og allt til að með það. En það eru allir að upplega einhvern missi. Já. Skilur við.